Góðan daginn og velkomin í þátt númer 118 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Í dag er mánudagurinn 23. ágúst 2021 og maður heyrir aðeins í haustinu í nótt. Pínu meira vindarsamt en maður er búinn að vera að venjast hér undanfarna vikur. Nú, í dag er bara hefðbundin yfirferð, það eru klár og verkvinnslu og hvar á döfinni og hvað þetta pókan og þess áttar áfengi. Ég svaf svolítið verið í nótt en venjulega út af vindvissuninu hann úti. En þú veist, já, setti vetrarsængurnar á í gær og svona, það var eitthvað í loftinu. Ég er í rauninni fyrsta klárinu sem að ég hef ekki sýnt nema á Instagram þegar að uppskriftin kom út, en ég prjónaði þessa fyrir Steven og fekk svo að halda peysunni, þannig ég var að fá hana í hendurnar á laugardaginn aftur og hún er æði, eins og ég vil bara bakka lengra, ég ætla eftir að fara að hrista myndaðalina. Þetta er small stærðin af því ég vildi ekki hafa hana alveg eitthvað hjúts á mér, en hún á að vera svolítið mikið svona yfir stærð og ermannar vissulega eru það og það er alveg nóg pláss í henni, en ég fíla hana svona og þetta er náttúrulega úr Westwool Glow Hair og Tandem frekar en Bicycle. Eða er þetta Bicycle? Já, þetta er svona fingering og svo móherið. Og ég fekk bara senda alls konar liti. Eina sem hann fór fram á var að hvíta yrði í stroffinu sem að ég fílaði bara rosa vel og svo fekk ég að leika mér að litasamsetningunni. Ég hafði hann alltaf eins og svo einhverjum tímapunkti þá kláraðist eitthvað í móherinu eða tandeminu og þá víxlaði ég bara því út fyrir samsvarandi lit í hinni típunni af garninu og þetta var bara ótrúlega skemmtilegt prjón og bara ekki að vera komin með þetta hérna núna í upphafi hausts. Þetta verður svona þáttur, bara ég geispandi á baku bollan. Samt alveg búin að vera á æfingu og allt í morgun sko. Klukkan ekki orðin, hún er dett í 7:30. Já, þannig að ég er ógeðslega ánægð með þetta klár og það sem að heillaði mig strax við hana þegar ég fékk garnpakkan og uppskriftina var það að þetta myndi mig rosalega á peysu sem að mamma mín gerði þegar þau áttu sumarbústað hérna upp í Þverárhlíð í Borgarfirðinum. Eða þessi peysa var alltaf þar. Hún var í eitthvað svona grófara búblumynstri samt og svona alls konar bara vera, þú veist, blanda saman garni og litum og allavega hana bara verið að nýta. Og þetta var alltaf svona cozy peysan í bústaðnum. Þetta verður eitthvað svakalegt gott fólk. Jæja. Nú, svo næsta klár eru grófu DK-sokkarnir sem ég var að sýna ykkur sem verk í vinnslu síðast. Ég notaði Suri alpakka og einn þráð því og einn þráð af DK-grófleika af garni og þeir eru bara lágir. Þetta er það bara ég gerði nokkrar umferðir slétt eftir að ég var búin með hælinn og svo bara lágt stroff. Þetta var bara svona hálfgerður inniskór, bara svona, þú veist, ef það er kalt hérna. Já, ég sé hérna í garnið sjálft. Það á gang. Hérna er það svona bara í allri sinni dýrð. En svo mildast litinni rosalega þegar súrið blandast við, eða hvað sem það væri móherri eða súrið, móherri eða þetta flöff, það dregur alltaf úr svona
ákafanum í litnum. Þannig að þetta er bara, já, og þetta var gert á 3 mm prjóna og 48 lykki uppfytt. Þetta verður bara fyrirgefið þetta geisp, þetta gengur vonandi yfir. Ég er líka svöng og þá geispaði ég líka ekstra mikið. En ég er bara með svona eftir á ég sett hann hæl, en já, ég sett hann eftir á. Þannig að hann er bara gerður eins og táin, bara úrtakan er eins og útdauðningin var að ég byrja á tánni og upp. Þannig að þetta mun koma sér vel núna ef það er að fara að kólna eitthvað. Síðan kláraði ég hérna enn eitt parið í jólakassan minn og það var úr hérna 2019 advent 24 strípu garninu frá hérna The Cozy Knitter í Kanada. Hún er alveg snillingur í þessum röndóttu litum og það er alveg rúmlega umferð af þeim hérna í þessu og ég notaði bara hvítt Austumann stepp í hælana, stroffið og tærnar og hælarnir eru eftir á ísettir og þeir eru bara ready í boxið sem er komið hérna inn í skáp reyndar en við höldum bara áfram að raðin í hann. Ég ætla ekki að biðjast afsökunar á þessu einu sinni en þá geri ég eitt annað. Ég ætla bara að reyna að halda áfram að drekka kaffi. Ég er bara að passa á svona á eftir þannig að ég var bara að drífa í þessu þó ég var ennþá grútsipin. Nú síðan var ég að klára Striped Asian númer 2 og ég fattaði að það sko hinn Asian, ég var búin að sýna ykkur hana, hún fór til eiganda síns síðustu helgi, fyrir viku og þegar ég kom heim og ætlaði að fara að henda inn á Instagram af því að eigandinn er virkur á Instagram og ég vildi ekkert sýna það þar fyrir að hún var komið með í hendurnar. Þannig að hún fékk það fyrir fram og ég ætlaði að fara að henda inn mynda á svo Instagram, þá fattaði að ég hafði aldrei tekið myndir af því, þannig að ég þarf að fara í heimsókn og fá að taka myndir. En svo gerði ég eitt alveg brjálæðislega helgulegt og þetta er minnistærðin sem er bara alveg mikið verið nóg stór sko. Og það er bara mjög, þetta er svona eins og Exploration Station, ég gæti alveg gert, ég held að ég sé búin að gera 5 eða 6 svoleiðis, ég gæti alveg gert þetta nokkru sinnum, sérstaklega minni típuna. Hún bara flaug áfram og í þetta fór nú bara hérna, það fóru 50 gram af þessum lit sem heitir svo mikið sem hann heitir, þetta var á Dusty Dimples og þetta er Dusty Sock grunnurinn sem er 75% Superwash Merino og 25% nylon. Það eru 425 metrar í 100 grömmunum og heitir Feuilly Morte. Og ég hafði hugsað mér að prjóna þetta á aðra prjónastærð en upp að gefin í uppskriftinni en endaði svo bara á þeirri stærð sem átti að gera í sig. Ég man bara alls ekki hvað er. Það var alveg stólið úr mér. Af því ég er búin að skrifa þetta inn í bókhaldið og þá bara dettur svona úr mér. En hvort það var 3,5 eða 4, það var annarkvort. Bleikiliturinn, þá fór okkuponsu meira af því, eða 65 grömm, 50 grömm og 65 grömm og það er frá Haines House Yarns og þetta er Strawberry Cream Cheese, 5 Deep Rustic og þetta er
100% súpugos merino með 415 jörðum í 100 grammanum og þetta svona einspinna og það bara ekkert vesen að blanda saman ólíkum grunnum í bara yfir höfuð ekki neitt. Maður þarf þá kannski bara að taka til þess í sambandi við þvott og handþvo. Það ekkert mál. Svo fór 20 grömm af móherinu og þetta bara móher sem ég litaði sjálf og ég bara sjúklega ánægð með útkomuna. Þetta svona milt og með pínu bláu. Þú veist, mér finnst ég ekki geta verið með blátt upp við andlitið en mér finnst blár rosalega fallegur litur og þannig að gaman að geta setta svona hér og þar inn sem pop. Nú svo var óvænt klár. Ég ætlaði semst á föstudaginn að fara að taka til hérna inni. Rakst á að makramé stassið mitt. Var að spáði að fara að selja það. Svo bara hendi ég hérna í eina lauflétta og þá hringdi dóttir mín miðjan og alveg mamma, geta stelpurnar fengið svona herbergið sitt. Svo að þær fá líka svona Hrafntinna fær þetta gráa og Valdís fær svona ólífu litað sem ég áttar að gera. Og svo ætla ég að nota afganginn af makramé garninu sem ég á og búa til makramé gardínur hérna í vinnuherbergið mitt. Bara, þú veist, leika mig með þetta hráefni. Ég þarf svona að stilla rosalega vel af og svo lesa því að þú veist, það tekur í að vera alltaf að vinna eins upp fyrir sig. Þannig að ég ætla, þegar ég fara að gera gardínunar þá ætla ég að hafa þannig að ég geti svona setið við það og svona haft það svolítið hreyfanlegra til þess að vera ekki alveg að drepast í öxlunum við þetta. Sjá, ég skrifaði hérna inn. Þetta makramé klár. Þannig að þetta það sem ég kláraði. Síðan ég búin að vera með nokkur verk í vinnslu. Ég er búin að vera klára líka og svo verkin í vinnslu. Þess að fara að hlýna. Og ég byrjaði á loksins á peysu á tvíburana sem heitir. Ég var búin að gera svona á Hrafntinnu og Valdísi og nú ég að gera á Indíönumist og Rafnimist. Það er þessi hérna. Marens peysan. Hún er svona voða sæt í bakið, opin. Sjá. Og ég að gera þetta úr Drops Air. Ég var að klára ermarnar og ég ákvað eftir að hafa verið að vissustu að klæða Valdísi í sína peysu sem með puttana útglenta og grípur í allt að sleppa munstrinu bara á ermunum hjá tvíburunum af því þær eru ennþá fíngerðari og ég fór líka niður hálfan millimetra á prjónastærð. Ég að nota 3,5 í stroffi í staðan fyrir 4 og 4,5 ljúga ekkur. Sjá, pókarnir eru hér. Já, 4,5 í staðan fyrir 5 í bólinn og ermarnar. Af því þær eru svo rosalega nettar að ég vildi aðeins þéttara þá á þær. Og ég bara að fara að sameina þetta og þá í rauninni ekkert mikið eftir. Þá fer líkjunum að fækka hratt í úrtökunum fyrir laskana og svo bara að gera sig í brók og gera fyrir hinn tvíburan. Þetta pínu áskorun fyrir ekki viljugan endurtakara og sérstaklega mér ef ég ekki mjög heilluð af verkefninu. Það vill til þetta lítið. Þetta bara einstið 2 ára stærð. Síðan það já, heklaða
boleroið eða ég veit ekki hvað, þetta er svona heklaðar ermar, ég sýndi ykkur annað stykki síðast og er bara svona tutlast áfram í seinna stykkinu. Og þetta fann ég hjá henni Carrie í The Creative Obsession. Þetta var ekki, hún sýndi þetta, eða kannski hefur hún linkað þetta í síðasta þætti. Hún allavega sýndi þetta sem klár þá og það var svona pínu, það varð allt og stórt hjá henni og eitthvað svona vesen. Þannig en allavega í þættinum þar á undan og jafnvel á undan því, þá linkar hún uppskriftinu. Ég fann þetta bara inn á Ravelry. Ég man ekki hvað þetta heitir, en ég smelti bara á linkin undir vídeóinu hjá henni The Creative Obsession. Svona eldri kona og hún er oft með svona bleikan lit, hún er alveg hvíthærð með bleikan eða fjólubláan eða eitthvað svona lit í hárinu, ótrúlega mikil handavinnukona, sko. Hún er í búteríu og var að leita gatn og selja, alveg ótrúlega fallegt. Og hún saumar og hún gerir bara allt. Hún er ótrúlega flink. En ég ætlaði nú ekki að fara að tala um hana hérna, en gatnið sem ég með í þessu heitir The Urban Pearl. Þetta er 80% súpusmerino og 20% silki, 365 metrar í 100 grammunum og liturinn heitir Celtic Torch. Og já, þetta er bara svona sem ég er að grípa í á til. Svo langaði mig, hún var að endurútgefa uppskrift frá sér, hún Kay í The Bakery Bears á The Prairie Socks. Og ég ákvaða að fitja upp þeim og gera bara, þú veist, prófa bara að gera einn í einu og fara bara algjörlega eftir uppskriftin hjá henni. Þetta er mjög einfalt munstur í sokknum og hún er nefnilega búin að vera að endurbæta uppskriftinnar hjá sér af því að hún er komin með svona, hann er alveg rosalega fallegur hjá henni. Ég veit ekki hvort það er franskur hæll eða haldurhæll eða hvað það er, en hvernig hún fer að því að taka upp lykkjurnar og eitthvað svona, þetta er svo snyrtilegt og flott. Þannig að mér langar rosalega að gera bara eina eftir hana alveg frá A til Ö. Og þannig að ég bara byrjaði á einum sokk og þetta er gatt sem ég er búin að vera að lúra svolítið á. Þegar mér langaði eitthvað svona, ekkert eitthvað hefur munstur en eitthvað samt. Þetta er meira nú jakk frá Sachenmeyer eða eitthvað. Það eru 400 metra í 100 grammunum og þetta er þá þar lendi fingering grólegginn. Og þetta er 58% merinoil, 28% polyamid og 14% jakk. Óbúslega fallegt. Og jakkið er sem sagt það sem að veldur því að það er svona hreyfing í litnum. Jakkið er grátt, svo ull. Þannig að hún litast ekki alveg eins og restin. Þannig að það er í einum Keep on Knitting Kitten frá Stephen West. Svo er bara bíða tvenn pör eftir því að fá hæla og tásur og sokka. Og þegar ég búið með það, þá græja ég nokkur svona pör í viðbót í töskuna og held áfram. Síðan var ég að byrja á leyniprjóni fyrir Stephen, þannig að ég veit ekkert hvað verður eftir 2 vikur. Kemur bara í ljós. Það er kannski bara stutt og létt. En svo veit ég svolítið tíma helgina í það að vinda upp The Oracle sjálf mitt eftir köstin hjá Woolenvine. Ég notaði það aldrei og bara ótrúlega mikið fallegu gatni í því og ég bara tímdi ekki að hafa það þar. Og það var líka, voru 2 villur í því sem að bögguðu mig. Þetta svona flækja sem að var eftir, sem ég bara, og þetta var, ég nefnilega bara
og bara algjör auli og batt ekki nógu vel. Þú veist, ég rakti gatnið upp og setti það, bjó til stóra hringi og ég batta bara ekki nógu vel saman af því ég þurfti náttúrulega að leggja í bleyti af því það var allt permanettað eftir að hafa verið sjálf og þannig að þetta fór í flækju. En ég er búin að leysa hina 2 litina alveg og þetta er bara svona sem ég gríp í inn á milli. Þetta verður þá bara litlar mini-hespur. Hérna er eitthvað prjótt sem að á að gjöra svo vel að vera á sínum stað. Nú, og svo datt í pokan áskriftarklúbburinn hjá Hexex Dyeworks og það var stóla úr mér hvað það heitir hvað heita þættirnir. En lagið úr því, það er það er notað lag sem ég féll fyrir en með öðrum texta, með upprunalega textanum þá er það Speed Bonnie Boat, like a bird on a wing, onwards the sailors cry og og þegar ég var að horfa á þessa þætti, þetta eru þætti sem að gerast í fortíðinni og nútímanum, það kona sem fyrir flakk. Þið veitir alveg hvað þetta eru, það er bara stóla úr mig hvað er heita. Að og þegar ég heyrði lagið, þegar ég datt í það að fara að horfa á þessa þætti, þá féll ég alveg fyrir þessu lagi og var í söngnám þá, fann orginalinn og æfði hann og tók hann sem ryþmíska lagið í söngprófinu mínu. Og af því ég var í klassísku námi að þá átti maður að velja sér eitt ryþmískt svona sem var meira, sem var ekki klassískt sem sagt, til þess að flytja á prófinu og ég söng það. Ég féll algjörlega fyrir mjög einfalt en fallegt og áhrifarík texti, sjómanna lög. Ég tengi rosalega sterkt við það því pabbi minn var náttúrulega á sjó alveg bara alla sína vinnuævi til 67 ára aldurs. Þá gerist hann vaktmaður í bátum, þannig að ég tengi rosalega við það. Og hún var með prjóna ég get svarað, svona surprise byggt á þessum þáttum. Sassenach heitir þetta. Þetta sett. Bara sturlað fallegt. Þessi litir eru bara eitthvað annað. Og það fylgdi með svona prjónamerki hjarta, diamanti hangandi og svo fiðrildi Blood of my blood, bone of my bone, stendur á því. Sjúklega fallegt. Og síðan var það var einn sem kommentaði mitt undir síðasta vídeo hjá mér með Telmu Guðmunds, það er bara telmaguðmunds.com minni mig, sem að hægt er að fá sér þessar uppskriftir og ég bara einhvern veginn ullaði því ekki út um mér. Og svo er ég að bíða eftir meira spin cycle. Ég ákvað svona af því að ég er nú að verða hálfra aldar gömul í næsta mánuði, nei þar næsta, þá bara ákvað ég að fá mig meira spin cycle. Af því ég ætla ekki að halda upp afmælið og eitthvað svona. Ég er í framkvæmdum og hætti við að fara til útlanda og keypt mér nýjan bíl og spin cycle. Gerir ekki fólk svoleiðis bara í þessu COVID-rugli. En já, þannig ég er bara að vona að það detti inn núna í vikunni. Þá á ég orðið 4 hespur af því. Ég ætla bara að halda áfram að
sanka því svolítið að mér og svo ger ég eitthvað geggja úr því. Ég er alveg að kafna hérna. Ég var nefnilega að koma svakalegri lyftuæfingu og ég er alveg svona, Nú, annars er bara búið að vera, svo þú veist, við erum bara að bíða eftir að komi eitthvað gengi hérna til þess að dæla en það í plötuskilin. Það er ekki búið að gera og múrarinn sem er að grípa inn í þetta á milli vakta hjá sér, hann bara er að tutlast upp múrinn hérna á húsinu, en ég vona að þessu fara að ljúka. Þetta er orðið alveg ágætt að vera alltaf með hangandi utan á húsinu hjá sér annað sumarið í röð. Og við ákvaðum, við erum búin að leyfa að vera með aðstöðu bílskúr en svo bara urðum við að fara að koma tjaldvagnunum okkar inn, þannig að Helgi var í gær, tók rosalega vel til og við komum vagnin minn og þannig að það var alveg pláss fyrir þá ennþá þarna. Við erum búin að setja upp girðingu hérna hjá okkur og erum að fara að laga eina og mála og gera fína þannig og erum að vera búin að rífa upp pallinn, þannig að svona okkar hlutur er að verða búinn í þessum framkvæmdum sem að við tókum að okkur. Og svo er ég bara að bíða eftir því að hérna, við erum búin að ákveða hvaða litur fyrir húsi og ég er bara að bíða eftir að málarinn komi svo hann getur blandað og þannig að við getum allavega að fara að mála okkar, að við hefum bílskúrinn og ætlum að hafa hann í sama lit, þannig að við viljum geta gengið frá því fyrir veturinn. Við ætlum að gera það bara sjálf. Og þá er allt tréverkið hvítt og steypan úr svona bara fallega gráum lit. Þannig að við erum bara svona, vona að þetta fari nú að fara að koma allt saman. Og á laugardaginn fyrir viku þá skellti okkur í sólarhring upp í Húsafell til mágs míns og svilkonu og það er bara alltaf endurnærandi og gott að vera hjá þeim. Lágum í pottinum og sötrum á kokteilum og kíktum á Legsteina húsi sem að færa standa og hérna hlakkar rosalega til að sjá það tilbúið. Og bara þetta umhverfi hjá honum Páli er bara ótrúlega merkilegt og magnað. Og hann var þarna stóð inn í einu húsinu sínu og þetta var þarna náttúrulega bara 2 dögum eftir að það var ákveðið að rífa það ekki, að hann var bara stöðugt í símanum. Það var ákveðið verið mikið verið að herja honum út af þessu öllu saman. Þannig og bara einhvern veginn, við settum vagnin inn í skúr í gær og settum þykkusengurnar á rúmið okkar og það kom bara svona haustvindur í nótt, en vonandi. Það var hlýtt þessa vikuna, þannig að það er fínt. Ég allavega að klára að vinna í grindverkinu. Ég reyndar svolítið svona í æfingabúðum að passa hana Valdísi því við erum að fara að byrja svo bráðum að vera rosa mikið saman og það gengur bara vel. Hún var góð en hún er algjör tætróa og brakkari og fer hljótt yfir þannig að amma þarf að vera á tánum. Og hún skríður rosa hratt og stundum skríður hún of hratt og þá er hún bara föst á sama stað og það er mjög fyndið en þá þarf ég ekki að hlaupa eftir henni og mamma heldur því fram að þetta muni bara stuðla að því að ég verði komin að heimsmeistaramót öldunga í CrossFit þegar ég var búin með veturinn með henni að hún kom til með að bara bæta við æfinga uppbygginguna hjá mér með þessu stuði í sér en þetta er náttúrulega bara forréttind og yndislegt að geta gert þetta. Ég er með rosalega gott bakland samt að því að stundum svíkur heilsan mig og það er náttúrulega mín vinna að halda heilsu og það kom í ljós nú á dögunum að skemmdin á jafnvægistauginni hjá mér hefur aukist og hvort það sé í kjölfar bólusetningarinnar eða bara eitthvað tengt sjúkdómnum er ekki vitað en það er búið að tilkynna svolítið þetta hjá öðrum MS-sjúklingum og þetta er bara ógeðslegt. Ég hef aldrei verið svona slæm af símanum eins og núna þegar þetta skellur á. Það er bara eins og ég hafi drukkið lítra vodka á korteri og það er bara brjálu uppköst og læti í svona 2 tíma, svo er ég að sofa í svona 1-2 tíma og þá er þetta búið sem betur fer. En þetta kemur rosalega hratt á
þannig að ég þarf bara, þú veist, nú er ég bara búin að læra á þetta og það er svolítið síðan að síðasta kom því ég tengi þetta svolítið mikið við að ofhitna og líkaminn á mér verður of heitur og þá skellur þetta á mun hraðar og ég get síður brugðist við. En það er bara partur af þessu. Þetta, þú veist, gæti verið verra og og það er alveg, þetta er alveg bara, já, þetta er ekkert mál. Ég veit hvað þetta er núna og það, hefur alltaf rosalega mikið að segja, að vita, sérstaklega þegar eitthvað svona nýtt brýst fram, hvað það er, hvort það sé eitthvað annað í gangi en MS-ið. Læknar eru rosa duglegir að hengja allt á sömu spýtuna. Svona almennir, eða þú veist, heilsugæslulæknar og svoleiðis, en taugalæknir, menn hún er alveg frábær í að skoða undir alla steinana. Mjög þakklát fyrir það. En ég ætla nú ekkert að fara að blaðra heilsufar mitt hérna í lokin, en það bara fylgir þessu. Þannig að eftir 2 vikur það bara kemur ljós hvað ég nægi að afkasta samhliða leyniprjóninu og ef ég nægi ekkert að afkasta neinu þá bara seinkar þeim þætti, það er bara ekkert flókið. Mér klæjar ógeðslega að fara bara aðeins aftur að græja hitt fyrir Valdísi og koma því að mér svo ég get fara að byrja á gardínudæminu mínu. En allavega ég bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst vonandi eftir 2 vikur. Ef ekki það, þá 3 eða 4. En allavega þangað til, takk fyrir og bless bless.